Menntaskólinn á Tröllaskaga að ljúka sínu 7. starfsári en skólinn var stofnaður árið 2010. Í skólanum áhersla lögð á listnám og nýsköpun og vorsýningu nemenda má sjá á veggjum skólans þessa dagana en henni lýkur á laugardag. Skólinn hlaut á dögunum viðurkenninguna stofnun ársins annað árið í röð. Já, það mjög skemmtilegt. Þeir gera það hjá SFR að þeir kanna árlega ýmislegt hjá stofnunum ríkisins þar sem þeirra félagar eru starfsmenn eða öllum stofnunum og þar eru þeirra félagar og fara yfir jafnrétti, ánægju, stjórnun og ýmis fleiri atriði eftir spurningakönnun og síðan það niðurstaðan úr þeirri könnun sem að gefur þessa niðurstöðu. Og við notum þessa könnun mjög til þess að því að við erum stöðugt að meta eigin störf, skoða hvernig við erum, hvort við höfum verið að standa okkur vel eða hvar við getum styrkt okkur. Þannig að það afskaplega vel þegið að fá könnun hjá einhverjum öðrum en okkur sjálfum, hvernig erum við að standa okkur og rýna í tölurnar, einhvernirnar, bera okkur saman til að sjá hvar getum við svona sótt fram. Þannig við gerum það, við vinnum úr þessum könnunum og skoðum hvað getum við gert og erum SFR bara regla þakklátt að gera þetta, svo hann á ekkert slæmt að vinna. En hér í skólanum ýmislegt búið verið í gangi og núna listasýning hérna á veggjum skólans. Þetta ekki bara listasýning, þetta sem sagt svona afurðir vetrarins og nemendur vinna jafnt og þétt alla önnina, þeir þurfa að skila verkefnum í hverju viku, prófum og öðru, en loka uppgjörið ekki prófatími með stressi, heldur að sýna hvað þau hafa verið að vinna. Og bæði hafa allir gott að því svona að leggja sín verk fram og sýna öðrum og það er svona sýnilegast kannski að sjá hérna núna sérstaklega listaverkin og þessi listabrautin gerir, en einnig hafa hér verið verkefni í jákvæðri sálfræði, í dönsku, í íþróttum og í efnafræði og mörgu fleiru. Og mörg myndbönd sem þau hafa gert til útskýringar og annað og þau fræða sjálfan sig með því að útbúa efni til kynningar meðal annars. Og við höfum í lok hverrar annar sýningu af þessu tagi og áherslutan þá misjafnar eftir hvað verið að kenna þá önnina. En það þannig að listamennirnir, þeir eru svolítið ríkjandi því þeir eru alltaf að skapa eitthvað sem svo sýnilegt og skemmtilegt. Þannig að þú sér það auðvitað fyrst. Og við erum óendanlega stolt af þeim. Þau hafa gert góða hluti og spennandi hluti og líka í listunum þá allt í einu kvikna listamaðurinn í svo mörgum nemendum. Þannig að það líka svo gaman að ganga upp á þessum að já, hann svona góður að mála og hún svona góð að semja tónlist og hitt og þetta, þannig að mér finnst það mjög skemmtilegt. Og hér fara allir í gegnum eitthvert listnám, alveg sem á hvaða braut þeir eru? Já, þeir verða að gera það. Það að segja, nýja námskrán í framhaldsskólum auðvitað það besta sem við höfum fengið í framhaldsskólakerfinu bara svo langt sem ég man og lengur að því þú ert nú að lesa menntun og söguna. Af því að Alþingi ákveð tiltölulega lítið af stúdentsprófum í meginatriðum, ráðuneytið bætti örlitlu við, en síðan það menntun og fræðingarnir í skólunum sem eru auðvitað sérfræðingar sem setjast niður og velta fyrir sér hvað mikilvægt að ungt fólk læri í dag og hvernig viljum við mennta okkar nemendur annars vegar fyrir háskólanám og hins vegar fyrir þá sem einstaklinga til lengri tíma. Þannig að við völdum okkar áherslur og aðri framhaldsskólar velja sínar og nemendur geta þar leiðandi valið miklu fjölbreyttara námheldur var þegar allir voru eins. Og þá var maður að reyna að búa alla til eins og sem betur fyrir bara ekkert allir eins. Hjá okkur þá verða allir að taka dálítið í listum, þeir verða að læra að mála pínlítið, taka ljósmyndir og sem svolítið tónlist. Þau verða að taka frumkvöðlafræði og þau verða að taka snemma í námi. Vegna sem við viljum að þau þroski frumkvöðla aðferðafræði inn í allt sem þau gera. Og svo fleira sem við gerum til að búa til okkar sýn á bestu framhaldsskólamenntun sem í boði að okkar mati. Þannig að hér eru þetta félagsvísindi og inn í því til dæmis leggjum áherslu að hafa jákvæða sálfræði fremur heldur en afbrota sálfræði af því að jákvæð sálfræði gagnast miklu betri í lífinu heldur en að skilja af hverju einhver afbrotamaður svona afbrotamaður. En aðferðafræðin kannski svona á fæinu svipuð
Og þetta gerum við, þetta til dæmis eins og við höfum innganga réttarvísindum. Þá voru nemendur að læra alls konar rannsóknaratriði á blóði og annað en þau þurftu að láta það líta út eins og morð. Þannig hér var skvett blóði pappír til að sjá mæla hvernig sletna fór og hitt og þetta. Þannig að það að gera námið svolítið skemmtilegt. Hafa gaman að því en læra og finna innra með sér hvaða gaman að læra. Það svo gaman. Og þannig að við reynum að horfa á allt nám skapandi, ekki standa og halda fyrirlestra, við notum vernd í kennslu þannig að þau fá stutta fyrirlestra eða kynningar sem geta bara horft á heima. Hér við að vinna saman að viðfangsefnum og verkefnum og þú mátt aldrei slaka á, þú ert að vinna hverja einustu viku, þannig að þú temur þér það mikilvægasta sem hver maður þarf að hafa, en það að læra. Því ef þú lærir að læra þá getur þú lært það sem þú vilt gera, hvenær sem af því það ekki lengur þannig að þú lærir eitthvað eitt og svo finnur við það. Þú lærir það sem þú hefur áhuga á, það sem nýtist þér vel og þú þróar þína atvinnu þess vegna úr einu í annað þína ævi og þarft að bæta við kannski þekkingu og ef þú kannt að læra þá getur þú borið ábyrgð á því sjálfur að þekkingi sem þú þarft á að halda sé með þér.